Jæja, komið sælir blikar nær og fjær. Ég stattur hér eins og þið sjáið á Kópavogsvelli og við erum að hefja upphitun fyrir FH-leikinn sem á morgun klukkan 20 hér á Kópavogsvellinum. Við ætlum að tala við Pétur Ómar sem á blikar.is og við ætlum að tala við aðalforingjan hjá Copacabana-sveitinni og síðan ætlum við að rifja upp gamla leiki og við höfum fengið Jón Inga, fyrrverandi leikmann Breiðabliks, til að koma hér og vera með okkur. Allt þetta rétt á eftir. Jón Inga Ragnarsson ættu flestir blikar að kannast við. En hann spilaði með okkur blikum frá árinu 1958 til 1969. Hann spilaði 139 leiki og skoraði í þeim 70 mörk. En það var akkurat Jón Ingi Ragnarsson sem skoraði fyrsta markið á móti FH í vígsluleik 1964 á Vallagerðisvelli. Það nú kannski svolítið erfitt. Það komin hálf öld síðan, rúmlega, svo ótrúlega síðan. En ég man óljóst eftir þessum leik og það var alltaf, eins og alltaf í Vallagerðinu, var rosalegur fjöldi af fólki. Og Vallagerðið var nánast bara lokað fyrir bílaumferð. Þar var bara fólk og við allan hringinn við Kópavogsbrautina og fyrir aftan bæði mörkin og þetta var skemmtilegur leikur í minningunni. Gaman að hafa komið þessu fyrsta marki en eins og ég sagði áðan, það svolítið langt síðan. En manstu hver gaf á þig? Ætli það ekki verið Daði? Heitinn, hann fór frá okkur alltaf snemma. Það einn leikur sem að sennilega situr svolítið í minningu hjá þér, en þá töpuðum við svolítið stórt fyrir Hafnfirðingum. 8-0, manstu nokkuð eftir þeim leik? Nei. Þetta einhver svona úrslit sem að eru til í einhvers staðar í kollinum, en svona leikjum vill maður helst gleyma. Þannig að hann situr ekkert í minningunni. Já, við erum að fara að spila við á morgun og á morgun hérna á Kópavogsvelli, sem hérna fyrir aftan mig, þá erum við að fara að spila 100. leikinn frá upphafi við FH. Þannig að þetta orðin ansi margir leikir í nokkuð mörgum keppnum. A-deild, B-deild, bikarkeppni, meistarakeppni, litla bikarkeppni, fótbolta.net mót, samtals 99 leikir komnir. Og þetta byrjaði nú allt á Vallagerðisvellinum sem að Heisi ætti nú að kannast við. Mikinn fókus sem þú hefur sett á Vallagerðisvöll, Heisi, og mikla þakkir fyrir það. Og það spiluðum við þá í júní 1964, það fyrsti leikurinn sem við spilum við FH og það jafnframt vígsluleikur Vallagerðisvallar. Sá leikur endaði 1-1 og það var Jón Ingi Ragnarsson sem við þekkjum vel sem að skoraði mark blika í þeim leik. Í seinni leik liðanna í deildinni það ár þá förum við í Hafnarfjörðinn, spilum á Hvaleyrarholtsvelli, gerir ég ráð fyrir, og við gerum okkur lítið fyrir og vinnum FH-inga þar, 2-3. Síðan árið eftir og þá var nú eitthvað skrítið í gangi hjá knattspyrnudeildinni held ég og liðin okkar því að við fengum mikið skell í Hafnarfirði, 8-0 tapaðist leikurinn. En þegar þeir komu síðan á Vallagerði þá spilaði við okkur 1965 þá náðum við að skella þeim 4-3 sem var ansi óvænt að sögn blaða og margra. En svona heilt yfir á árin 1964 til ársins 2000 þá erum við með þá undir í tölfræðinni. Við erum að vinna þá bara ansi oft og í deildinni. Við erum með einhverja 40 deildarleiki við á síðustu öld ef þannig má orðið komast og þeir skiptast nú jafnt. Það eru 20 í A-deildinni og 20 í B-deildinni og tölfræðin svo sama. Síðan að við komum upp úr annarri deild eða gömlu fyrstu deildinni árið 2006 þá erum við búin að spila við á þónokkuð marga leiki og margir þeirra hafa nú verið ansi skemmtilegir.
við skorum mikið af mörkum, þeir skora mikið af mörkum, þannig þetta eru oftast mikli markaleikir þegar við erum að spila við FH. Og FH er náttúrulega eins og kannski flesti vita, er búin að vera nánast áskrifundur á Íslandsmeistaratitilinn frá árinu 2003. Ef þeir hafa ekki verið að vinna titilinn, þá hafa þeir verið í öðru sæti. Eins og til dæmis þegar við verðum meistarar 2010, þá eru þeir í öðru sæti. Í fyrra eru við í öðru sæti, þeir í fyrsta sæti. Og það gerist líka árið 2012, þá lendum við í öðru sæti og þeir eru í efsta sæti. En hér á Kópavogsvelli þá erum við búnir að vinna þá 4 sinnum. Við höfum ekki náð að sigra FH á þeirra útivelli í Krikanum. Og voru reyndar mjög nærri því í fyrra árið 2015 þegar að við erum 1-0 yfir og það eru komnar 3 eða 4 mínútur í uppbótartíma þegar þeir ná að jafna. Síðan koma þeir hér í fyrra og í 20. umferð og með sigri á okkur hefðu þeir orðið Íslandsmeistarar, treysti það. Einhver fagnaðarlæti FH-inga á Kópavogsvelli voru bara ekki í boði. Þannig okkar menn komu sterkir inn eftir að hafa fengið mark á sig og skoruðu 2 mörk og vinnuðu á 2-1. Aðrir leikir sem er gaman að kíkja á og skoða eru leikur 2007 þegar við, ef ég man rétt, vinnum það á 4-3, við komumstum í 4-1 og þeir koma tilbaka í kringum 70. mínútu með 2 mörkum og voru næstu búin að jafna okkur. Þetta var gríðarlega skemmtilegu leikur og Nenad skoraði mark, Prins Rækomar skoraði 2 mörk. Nei, skoraði 1 mark segi ég. Nenad skoraði mark, Prins Rækomar skoraði mark og Magnús Páll Gunnarsson skoraði 2 mörk í þessum leik. Nú í árið síðar, árið 2008, þá hér á Kópavogsvelli, þá vinnum við á 4-1. Og þar skorar Nenad Petrovic gott mark. Addi Gretas, þjálfarinn okkar, hann skoraði mark úr vítaspyrnu og Prins Rækomar skoraði 2 mörk. Síðan árið 2010 þegar við verðum Íslandsmeistarar þá vinnum við á 2-0 á Kópavogsvelli og þar var Kristinn Steindórsson sem skoraði bæði mörkin. Annað þeirra eftir stoðsendingu aldarinnar held ég að einhver íþróttalýsandi hafi sagt. En allavega þarna í byrjun seinni hálfleiks og þá kemur Alfreð Finnbogason með þessa frábæru stungusendingu og stoðsendingu á Kristinn Steindórsson sem skoraði. Og við vinnum þann leik 2-0. Og svo var ég búinn að nefna áður leikinn hérna í fyrra. Þetta er nú svona það markverðasta, en leikurinn á morgun sem sagt, 100. leikurinn þessara liða og við ætlum auðvitað að ná okkur í 3 stig og halda toppstætinu í efstu deild. Við erum komnir með formann Copacabana sveitarnar hér í viðtal, Hilmar Jökull. Ætlið að standa ykkur jafn vel í sumar eins og þið gerðið í fyrra? Já, klart mál. Við unnum bestu stuðningsmenn Pepsi kvenna í fyrra og stefnum á að vinna bæði verðlaunin í ár. Það er bara okkar markmið, vera bestir á Íslandi að styðja liðið okkar. Ég spurði þá félagi í fyrra í Copacabana-sveitinni hvaða væri svona sem að keyrði ykkur áfram. Hvað er það sem keyrir ykkur áfram? Rosalega misjafnt. Persónulega var ég búinn að vera á Bliki í 17,5 ár eða eitthvað svo og ég elska félagið, bara mjög gaman að styðja liðið, æði fótbolta mjög lengi, fullt af strákum finnst bara gaman að hittast og eiga félaga sem er að fá sér bjór með og bara syngja og hafa gaman sko. Þetta er rosalega misjafnt hvað færi menn til að koma, styðja liðið. Hér kemur svona einn persónuleg spurning, hver er Hilmar Jökull? Ég er 21 árs að verða. Búinn að búa í Kópavogi frá ég fæddist og ég er menntaskóli með Kópavogi núna, var í Smáraskóla sem er hliðin á höfuðstöðum Blika, þannig að ég hef alltaf verið nátengdur Breiðablik og svo er ég að vinna hérna hjá fyrirtæki sem heitir Trex í sumar, vinnst þess að í rútum sem er gjaldkeri. Það er svona þægileg vinna og meðan að ég er ekki að vinna það í skóla þá styð ég Breiðablik. Spilaði þú einhvern tíma sjálfur með Blikunum? Ég spilaði meira en 10 ár fótbolta. Ökklabrotnaði svo þegar ég var 16 og það var 17 ára gamall og þurfti alveg að hætta. Þegar að menn koma og vilja vera kannski með Copacabana sveitinni, þurfa menn eitthvað að gera sérstakt? Annað að ganga eld og brennistein fyrir félagi? Nei, það hefur aldrei neitt þurft að gera neitt sérstakt. Það er bara, ég hef lent í að margir spyrja mig bara hvað þarf ég að gera til að vera með ykkur. Ég svara ekki neitt, ég kemur bara þarna þessum tíma og byrjar að syngja. Margir sem hafa bara gert það þannig. Nú er FH-leikurinn á morgun klukkan 8 hér á Kópavogsvellinum. Eru þið með einhverja dagskrá fyrir leikinn? Já, við og Blikaklúbburinn settum saman dagskrá sem við ætlum að gera fyrir alla heimaleiki í sumar. Við
Við mæta hérna í tengibingu Fífunar Smárans og mæting 18:15 og hérna við strákarnir í Copacabana erum mættir aðeins fyrr. Það var að bjóða með fólki að koma og kaupa bara bjór og burger eða gos fyrir þá sem drekk ekki og læra lögin og hita sig upp fyrir leikinn. Sem mikilvægur leikur. Hilmar Jökull, takk kærlega fyrir spjallið. Já, takk kærlega. Hvet alltaf til að koma og syngja á morgun. Við verðum nú að segja. Sjáum við muninn á okkur kvöldunum. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Arnar Gretarsson, leikur á morgun á móti FH, stórleikur. Við erum í efsta sæti. Hvernig er staðan á mannskapnum? Hún er bara mjög fín. Það er bara eitt spurningamerki og það er Ólafur. En ég hef ekki vonað en hann verði klár í slaginn á morgun. Hann er búinn að vera eitthvað ángur á kálfinn. Þess vegna sem hann fór út af í leiknum móti Stjörnunni. En á öðru leyti eru bara allir frekar frískir. Þannig að við þurfum öllum að halda og öllum í toppstand á morgun og við ætlum að sækja 3 stig. Ef við ferðum kannski yfir leikinn á móti Stjörnunni svona í fáeinum orðum. Já, ég held að það bara verið góður leikur okkar hálfu. Auðvitað náttúrulega þetta er svona alvöru leikur og það voru færi fyrir bæði lið og það er náttúrulega þannig í fótbolta að hefðu þeir skorað þegar Gulli ver hérna gríðarlega vel móti honum Guðjóni Baldvins. Það var einu besta færið þeirra og þá var staðan 0-0 og það hefði kannski getað breytt leiknum. En svona heilt yfir þá held ég að það hefði getað verið ósanngjarnt þessi úrslit. Það var nú talað um það að Stjarnan hefði verið meira með boltan en við en það er ekki rétt. Við vorum með boltan 51% og þeir 49 en það var mjög mikið jafnvægi í þessum leik þannig að ég er bara gríðarlega sáttur við það hvað menn voru að leggja sig fram og menn voru að berja sig ykkur einasta bolta og alveg til síðasta flauts dómarann. Og þannig þarf það að vera og það er stundum þannig líka í sérstaklega byrjun móts að þá stundum þurfa menn að vera með smá lukku til að láta hlutina detta fyrir sig og svo vonandi fara menn að smetla betur saman þegar svona fram í móti sækir. Nú er upphitunin hafin fyrir FH-leikinn. Ertu búinn að ákveða hvernig þú ætlar að spila á móti FH? Já, það verður engin breyting á. Við spilum okkar system með 4-3-3 og þegar við höldum boltanum þá viljum við náttúrulega vera fljótur að komast aftur fyrir það og skipta bolta hrætt á milli kanta og markmiðið náttúrulega komast aftur fyrir og skapa færi og reyna að skora okkur mörk. Leikurinn á morgun klukkan 8, áttu von á fullum velli? Ég ætla rétt að vona það. Nú það var, mér skilst í pælsumörkunum það sagt að síðast þegar Breiðablikur á tóknum var 2013 eða eitthvað. Þannig að ég ætla nú að vona það að mannskapurinn fylli völlinn og þetta er líka alvöru leikur. Það er alltaf svona skemmtilega leikir á móti FH. Ég vildi verið svona einhver mörk og svona hasar þó í fyrra þá var það 1-1 og 2-1 og vonandi getum við leikið eftir bara leikinn hérna heimavelli í fyrra. Já, er það eitthvað sem þú vilt segja við stuðningsmenn okkar? Nei, nema bara það að fjölmenna á völlinn og halda áfram að gera það sem það hafa verið að gera. Að vera svona við baki á okkur og styðja við baki á okkur allan tíman og alveg sama á móti hverju blæ sko, að halda áfram að styðja við baki. Það skiptir bara gríðarlegu máli. Við erum með fullan völl, það er 12. og 13. leikmaður. Segir Arnar Gretarsson, takk fyrir spjallið.